Fyrra almenna bréf Péturs. 1. kafli. Pétur, postuli Jesú Krists, heilsar hinum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu, en útvaldir samkvæmt fyrirvitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margs konar raunum. Það til þess að trúfesti ykkar, langt dýrmætari en forgengilegt gull sem þó reynt í eldi, geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar, frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem ykkur mundi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó, benti þá hann vitnaði fyrirfram píslir Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur nú kunngjört af þeim sem boðuðu ykkur fagnaðarerindið í heilugum anda sem sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og látið líferni ykkar ekki framar mótast af þeim girndum þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar, eins og sá heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað verið heilög, því ég heilagur. Fyrst þið ákallið þann sem föður dæmir án manngreinarálits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs ótta útlegðartíma ykkar. Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli, frá fánýtri hegðun ykkar þið höfðuð að erfðum tekið frá forfeðrum ykkar, heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims, en hann var opinberaður vegna ykkar í lok tímana. Fyrir hann trúið þið á Guð vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð. Því trú ykkar einnig von til Guðs. Með því að hlýða sannleikanum hafið þið hreinsað ykkur og getið því borið hræsnislausa elsku hvert til annars. Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur, en orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð fagnaðarerindið sem ykkur hefur verið boðað. Fyrra Pétursbréfið, 2. kafli. Segið því skilið við alla vonsku og alla pretti, hræsni, öfund og allt baktal. Sækist eins og nýfædd börn eftir hinni andlegu, ómenguðu mjólk til þess að þið af henni getið dafnað til hjálpræðis, enda hafið þið smakkað hvað Drottinn góður.
komi til hans, hins lifanda steins, sem en höfnuðu en í augum Guðs útvalinn og dýrmætur. Látið sjálf uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestóms til að bera fram andlegar fórnir fyrir Jesú Krist, Guði velþóknanlegar. Því að svo stendur í ritningunni. Sjá, ég set hornstein í Síón, valinn og dýrmætan. Sá sem trúir á hann mun alls eigi verða til skammar. Yður sem trúið hann dýrmætur, en hinum vantrúuðu steinninn sem smiðirnir höfnuðu, orðinn að hyrningarsteini og ásteytingarsteini og hrösunarhellu. Þeir steyta sig á honum af því að þeir ólíðnast boðskapnum. Það var þeim ætlað. En þið eruð útvalin kynslóð, konunglegur prestómur, heilög þjóð, eignarlýður, til þess að þið skuluð víðfræja dáðir hans, sem kallar ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið sem áður voruð ekki lýður eru nú orðin Guðs lýður. Þið sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskun hlotið. Þið elskuðu, ég áminni ykkur sem gesti og útlendinga að halda ykkur frá holdlegum gindum sem heyja stríð gegn sálunni. Hegðið ykkur vel meðal þjóðana, til þess að þeir sem nú hallmæla ykkur sem illgjörðamönnum sjái góðverk ykkar og vegsami Guð þegar hann kemur. Verið drottins vegna hlýðin allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta og landshöfðingjum sem hann sendil til að refsa illgjörðamönnum og til að hrósa þeim breyta vel. Það vilji Guðs að þið þaggi niður í vanþekkingu heimskra manna með því að breyta vel. Þið eruð frjálsir menn. Notið frelsið til að þjóna Guði en ekki til að hylja vonsku. Virðið alla menn, elskið samfélag þeirra sem trúa, óttist Guð, heiðrið keisaran. Þjónar, hlýðið húsbændum ykkar og sýnið þeim alla lotningu, ekki einungis hinum góðu og sanngjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu. Ef einhver verður fyrir ónotum og líður saklaus vegna meðvitundar Guð, þá það þakkarvert. Því að hvað lofsvert það að sýna þolgæði þið sætið barsmíðum fyrir afbrot? En að þola illt með þolgæði og hafa þó breytt vel, það mikilsvert í augum Guðs. Þetta köllun ykkar, því að Kristur leið einnig fyrir ykkur og lét ykkur eftir fyrirmynd til þess að þið skyldu feta í fótspor hans. Hann drýgði ekki synd og svik voru ekki fundin í munni hans. Hann svaraði ekki með illmælum honum var illmælt og hótaði eigi hann leið, heldur fól það honum á vald sem dæmir réttvíslega. Hann bar sjálfur syndir okkar á líkama sínum upp á tréð, til þess að við skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar þið læknuð. Þið voru sem villuráfandi sauðir, en nú hafið þið snúið ykkur til hans sem hirðir og biskup sálna ykkar. Fyrra Pétursbréfið, 3. kafli. Eins skulu þið, eiginkonur, vera eftirlátar eiginmönnum ykkar, til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna, þegar þeir sjá ykkar grandvöru og skýrlífu hegðun. Skart ykkar sé ekki ytraskraut, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnarbúningur, heldur hinn huldi maður hjartans, búinn óforgengilegri fegurð hóværs og hljóðláts anda. Þetta dýrmætt í augum Guðs. Þannig skreyttu sig einnig forðum hinar helgu konur settu von sína til Guðs. Þær voru eiginmönnum sínum eftirlátar, eins og Sara hlýddi Abraham og kallaði hann herra. Og þið eruð orðnar börn hennar, þið hegðið ykkur vel og látið ekkert skelf ykkur. Eins skuluð þið eiginmenn sýna eiginkonum ykkar nærgætni sem hinum veikari og virða þær mikils, því að þær munu erfa með ykkur náðina og lífið. Þá hindrast bænir ykkar ekki. Að lokum, verið öll samhuga, hluttekningarsöm
og elskið hvert annað, verið miskunnsöm, auðmjúk. Gjaldið ekki illt með illu, eða illmæli fyrir illmæli, heldur þvert á móti, blessið því að þið eruð til þess kölluð að öðlast blessunina. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá svikatali. Hann sneiði hjá illu og geri gott, ástundi frið og keppi eftir honum, því að augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans sneigjast að bænum þeirra. En auglið drottins gegn þeim sem illt gera. Hver sá mun gera ykkur illt ef þið kappkostið það sem gott? En þótt þið skildu líða illt fyrir að gera það sem rétt, þá eru þið sæl. Hræðist eigi og skelfist eigi fyrir neinum, en helgið Krist sem drottin í hjörtum ykkar. Verið ætíð reiðubúin að svara hverju manni sem krefst raka fyrir voninni sem þið eigið. En gerið það með hógværð og virðingu og hafið góða samvisku til þess að þeir sem nýða góða hegðun ykkar sem kristinna manna verði sér til skammar vegna þess sem þeir mæla gegn ykkur. Ef það vilji Guðs að þið líðið, þá það betra að þið líðið fyrir að breyta vel en fyrir að breyta illa. Kristur dó fyrir syndir í eitt skipti fyrir öll, réttlátur fyrir rangláta til þess að geta leitt ykkur til Guðs. Hann var deyddur að líkamannum til, en lifandi ger í anda. Þannig steig hann niður til andanna í varðhaldi og predikaði fyrir þeim. Þeir höfðu óhlýðnast fyrrum á dögum Nóa, þegar Guð sýndi biðlund og beið meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust fáeinar, það 8 sálir í vatni. Þetta fyrirmyndan skírnarinnar sem nú frelsar ykkur. Hún ekki hreinsun óhreinenda á líkamannum, heldur bæn til Guðs góða samvisku fyrir upprisu Jesú Krists sem steig upp til himna, situr Guði á hægri hönd og englar, völd og kraftar eru undir hann lagðir. Fyrra Pétursbréf, 4. kafli. Kristur leið líkamlega. Því skuluð þið búast sama hugarfari og hann. Sá sem hefur liðið líkamlega skilinn við synd. Hann lætur ekki mannlegar fýsnir ná tökum á sér, heldur lifir hann tímann sem eftir að vilja Guðs. Nógu lengi hafið þið samið ykkur að háttum heiðingjana og lifað í saurlifnaði, girndum, ofdrykkju, óhófi, samdrykkjum og svívirðilegri skurgoðadýrkun. Nú furðar þá að þið hlaupið ekki með þeim út í sama spillingardíki og þeir hallmæla ykkur. En þeir verða að gera reikningsskil þeim sem reiðubúin að dæma lifendur og dauða. Því að dauðum var boðað fagnaðarerindi til þess að þeir, þótt dæmdir hefðu verið sem menn á jörðu, mættu lifa andlegu lífi hjá Guði. En endir allra hluta í nánd. Verið því gætin og algáð til bæna. Umfram allt hafið brennandi kærleika hvert til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Verið gestrísin hvert við annað, án þessa mögla. Sérhvert ykkar hefur fengið náðargáfu, notið þær og þjónið hvert öðru eins og góðir ráðsmenn margvíslegrar náðar Guðs. Sá sem talar flytji Guðs orð, sá sem þjónar sýni að Guð gefi máttinn til þess. Verði svo Guð vegsamaður í öllum hlutum fyrir Jesú Krist. Hann dýrðin og mátturinn aldir alda. Amen. Þið elskuðu, látið ykkur ekki undra eldraunina sem yfir ykkur komin, eins og eitthvað áður óþekkt hendi ykkur. Gleðjist heldur þið takið þátt í píslum Krists til þess að þið megið einnig gleðjast og fyllast fögnuði þegar dýrð hans birtist. Sæl eru þið þegar menn smán ykkur vegna nafns Krists. Andi dýrðarinnar, andi Guðs, hvílir þá yfir ykkur.
Ekkert ykkar líði sem manndrápari, þjófur eða illvirki, eða fyrir að hlutast til það öðrum kemur við. En ef einhver ykkar líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki, heldur vexa með Guð fyrir að bera nafn Krists. Því að nú komið tími dómsins og hann byrjar á húsi Guðs. En ef hann byrjar á okkur, hver verða þá afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnaðarerindi Guðs? Ef hinn réttláti naumlega frelsast, hvað verður þá hinn óguðlega og syndaran? Þess vegna skulu þau sem líða í hlýðni við Guðs vilja fela sálir sínar á hendur hinum trúa skapara og halda áfram að gera hið góða. Fyrra Pétursbréf, 5. kafli. Öldungana ykkar á meðal hvet ég sem einnig öldungur og vottur písla Krists og einnig á hlutdeild í þeirri dýrð sem opinberast, verið hirðar þeirrar hjarðar sem Guð hefur falið ykkur. Gætið hennar ekki nauðugir, heldur af fúsu geði eins og Guð vill, ekki af gróða fíkn, heldur fúslega. Þið skuluð ekki drottna yfir svefnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þegar hinn æðsti hirðir birtist, muniði öðlast þann dýrðarsveig sem aldrei fölnar. Og þið sem yngri eruð, verið öldungunum hlýðin og öll lítillát hvert gagnvart öðru, því að Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Begið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Verið algáð, vakið. Óvinur ykkar djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann getur tortímt. Standið gegn honum stöðug í trúnni og vitið að bræður ykkar og systur allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En þið hafið þjáðst lítinn tíma, mun Guð, sem veitir alla náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífu dýrðar, sjálfur fullkomna ykkur, styrkja og gera ykkur öflug. Hans mátturinn aldir alda. Amen. Ég hef látið Silvanus, sem trúr bróðir í mínum augum, skrifa þetta stutta bréf til þess að hvetja ykkur og vitna hátíðlega að þetta hinn sanna náð Guðs. Standið stöðug í henni. Söfnuðurinn í Babylon, útvalinn eins og þið, og Markus, sonur minn, heilsa ykkur. Heilsið hvert öðru með kærleikskossi. Friður sé með yður öllum sem eruð í Kristi. Síðara almenna bréf Péturs. 1. kafli. Símon Pétur, þjónn og postuli Jesú Krists, heilsar þeim sem Guð vor og frelsari Jesús Kristur hefur í réttlæti sínu gefið sömu dýrmætu trú og mér. Náð og friður margfaldist með yður með þekkingu á Guði og Jesú drottni vorum. Með guðlegum mætti sínum hefur Jesús Kristur gefið okkur allt sem þarf til lífs í guðrækilegri breytni, með þekkingun á honum sem hefur kallað okkur með dýrð sinni og dáð. Með því hefur hann veitt okkur dýrmæt og háleit fyrirheit sem fela í sér að þið komist undan spillingun í heiminum sem girndin veldur og verðir hlutakendur í guðlegu eðli. Leggið þess vegna alla stund á að sýna í trú ykkar dygð og í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsaga, í sjálfsaganum þolgæði, í þolgæðinu guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika. Ef þið hafið þetta til að bera og vaxið í því, verðið þið hvorki iðjulaus, né mun þekking ykkar á drottni vorum Jesú Kristi reynast dáðlaus og ávaxtalaus. En sá sem ekki hefur þetta til að bera blindur í skammsýni sinni og hefur mist sjónar á að hann hafi verið hreinsaður af fyrri syndum sínum. Kostið þess vegna fremur kapsum, systkin, að gera köllun ykkar og útvalning vissa. Ef þið gerið það, munuð þið aldrei rasa. Þá mun ykkur ríkulega veitast inngangur í hið eilífa ríki drottins vors
og frelsara Jesú Krists. Þess vegna ætla ég mér ávallt að minna ykkur á þetta, enda þótti vitið það og fikið ekki frá sannleikanum sem þið nú hafið öðlast. Ég álít mér líka skylt á meðan ég í þessari tjaldbúð að halda ykkur vakandi með því að rifja þetta upp fyrir ykkur. Ég veit að þess mun skammt að bíða að tjaldbúð minni verði svipt. Það hefur Drottinn vor Jesús Kristur birt mér. Ég vil einnig leggja kapp á að þið ætíð eftir burtför mína getið minnst þessa. Ekki notaði ég uppspunna skrökssögur ég kunngerði ykkur mátt og komu Drottins vors Jesú Krists, heldur hafði ég verið sjónarvottur að hátign hans. Því hann meðtók af Guði föður heiður og dýrð, þá raust barst honum frá hinni dýrlegu hátign. Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þessa raust heyrði ég sjálfur komna frá himni, þá ég var með honum á fjallinu helga. Nú getum við enn betur treyst orði spámannanna. Það rétt af ykkur að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtum ykkar. Vitið það umfram allt að enginn þýðir neinn spátóm ritningarinnar af sjálfum sér. Því að aldrei var nokkur spádómur borinn fram að vilja manns, heldur töluðum en orð frá Guði, knúðir af heilögum anda. Síðara Pétursbréf, 2. kafli. En falsspámenn komu einnig upp meðal lýðsins. Eins munu falsk kennendur líka verða á meðal ykkar smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita drottni sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráðaglötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegur sannleikans fá á sig illt orð. Af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa ykkur af féþúfu, en dómurinn yfir þeim löngu kveðin upp og fyrnist ekki og glötun þeirra blundar ekki. Ekki þyrmdi Guð englunum þeir syndguðu. Hann steypti þeim niður í undurdjúpin og setti þá í myrkrahella, þar sem þeir geymdir til dómsins. Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi, en varðveitti Nóa, boðbera réttlætisins. Við 8. mann hann lét vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann dæmdi borgirna Sódómu og Gómoru til eyðingar og brendi þær til ösku og setti þær til viðvöruna þeim síðar lifðu óguðlega. En hann frelsaði Lot, hinn réttláta mann, mættist af svívirðilegum lifnaði hinna guðlausu. Sá réttláti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólöglegu verkum hann sá og heyrði. Þannig veit Drottinn hvernig hann á að rífa hina guðhræddu úr freistingu en refsa hinum ranglátu og geyma þá til dómsdags, einkum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífisfýst og fyrirlíta Drottinn vald. Þessir fífldjörfu sjálfbyrgingar skirrast ekki við að lastmæla tignum. Jafnvel englarnir sem þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlæst þegar þeir ákæra þá hjá Drottni. Þessir menn eins og skinnlausar skepnur sem fættar til að veiðast og tortímast. Þeir lastmæla því sem þeir skilja ekki og munu þess vegna farast eins og dýrin og fá þannig að líða fyrir hið illa sem þeir gerðu. Þeir hafa yndi af að svalla miðjan dag. Þeir skömm og smán þegar þeir blekki ykkur og neita máltíða með ykkur og svalla. Augu þeirra full hórdóms og þeim verður ekki frá syndinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir, hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnd. Það bölvun yfir þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömu leið og Bíleam, sonur Bósors, sem elskaði ranglætislaun. En hann fekk ádrepu fyrir glæp sinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinu spámannsins. Vasslausir brunnar þessi menn, þoka hrakin af hvassviðri, þeirra bíður dýfsta myrkur.
Þeir láta klingja innan tóm digurirði og tæla með holdlegum gindum og svívirðulegum lifnaði þá sem eru í þann veginn að sleppa frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar, því að sérhver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins, af því þeir þekktu drottinvorn og frelsara Jesú Krist, flækja sig í heima nýju og bíða ósigur, þá hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafi verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli: hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur. Síðara Pétursbréf, 3. kafli. Þetta nú annað bréfi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu hreina hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heilagir spámenn hafa áður talað og boðorð drottinsvors og frelsara postular ykkar hafa flutt. Þetta skuluð þið þá fyrst vita að á síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast af eigin gindum og segja með spotti: hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við hið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og hvíldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var, svo að hann fórst. Eins ætlar Guð með sama orðið að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags óguðlegin menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki drottin seinna á sér með fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur hann langlindur við ykkur, þar hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir líða undir lok með miklum gný. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni uppbrenna. Þar allt þetta ferst, þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og bíða eftir degi Guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita, en eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar, þar sem réttlæti býr. Með því að þið elskuðu, vænti slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vamlaus. Álítið langlindi drottinsvors vera hjálparæðisleið. Þetta það sem hinn elskaði bróðir okkar Páll hefur ritað ykkur eftir þeirri speki sem honum gefin. Það gerir hann líka í öllum bréfum sínum þegar hann talar þetta. En í þeim sumt þungskilið, fáfróðir og staðfestulausir menn rangtúlka, eins og aðra ritningar, sjálfum sér til tortímingar. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotinna manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara Jesú Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíðar dags. Amen.